Ja, Patrekur, 7 marka tap gegn erkifjendunum í FH, lítur að vera mjög ósáttur við það, ekki sett? Jú, bara auðvitað maður svekktur að tapa og í þessum leik og FH-ingarnir voru sterkari við, við erum að viðurkenna það í dag og ég vissi það svo sem að FH-liðið eftir að Stjáni kom hérna inn að það kæmi svona ákveðin kraftur, það er alltaf þannig þegar þjálfarar dett inn og svona, þú veist, það er bara eðlilegt og þeir mættu beittir og beittari við, sérstaklega fannst með svona upphafi og gáðu svolítið tóninn og síðan vorum við að elta og náðum ágætis köflum en mér fannst við ekki ná að sýna okkar rétta andlit. Við þurfum að vera allir á nálgast okkar hver og einn leikmann að nálgast sín 100% og auðvitað geta ekki allir átt góða leik en mér var svona við ekki sýna nægilega góða leik í dag. Gæti það ekki reynst svolítið dýrkeypt að ekki sinn besta leik kannski akkurat þegar komið á þetta stig í mótinu? Jú, ég meina, þú veist, við erum búin að klára deildina og bikarinn og deildabikarinn en það bara telur ekkert og það er bara, þó við höfum unnið FH og einhverju leikir, það er þessi leikir sem telja og hérna, ég hef engin áhrif á FH en ég vissi að FH myndi mæta dýrvillust í þennan leik og við þurfum náttúrulega bara að gera það líka og munum gera það. Ég hef fulla trú á mínu liði, ég er með flotta stráka og auðvitað þegar maður fær svona, þú veist, það kemur í lífinu og í handboltanum en það er lykilatriði hvernig við náum að vinna út úr því og ég er sannfærður að við gerum það betur. Mættu FH-ingarnir beittar en bjóstu þið? Nei. Og hvað svona leikurinn á fimmtudaginn kemur í kriganum, hvernig líst þér á það við? Bara frábært og þú veist, við þurfum bara líka að taka, þú veist, það er úrslitakeppni, það er pressa, við verðum að pressa bara góð, mjög stór fín og við þurfum bara að taka henni og við þurfum bara að spila betri handbolta og ná að spila þann leik sem við erum búin að gera, þannig sé best allra liði í alla vetur og sjáum svo hvað kemur út úr því. En það verður töff. Voru þetta erfið meiðsli hjá Elíasi Má eða var þetta bara svona lítil ræði? Ég veit ekki nákvæmlega, þetta er eitthvað í kálfunum á honum og það verður bara komið í ljós. Ég vildi svo sem ekkert taka áhættu að láta hann aftur inn á en ég vona að hann verði klár á fimmtudaginn. Takk fyrir þetta, Patrekur.